Við erum raun og að fara í rísa verkefni núna á næstu árum og langar svolítið svona að fá svona kannski aðeins frá þér, bæði svona hvert stóra verkefni, eins og við köllum þetta borprogrammið líka og svona tengja þetta svolítið inn í sögunni á okkur í kringum hólur og fleira. Einmitt, nákvæmlega, góð spurning. Þetta náttúrulega svakaleg saga hana bakvið og mikið af fólki bara gegnum tíðina sem hefur komið að þróun virkjanana, Nesjavallavirkjunar og Hellisheiðarvirkjunar upp á Hengli. Og þetta byrjar náttúrulega bara sem, þetta eldfjall og svo kemur maðurinn og segir, hei, hvað get ég gert þarna? Það ýmsar svona nálganir teknar, ýmislegt sem við þurfum að gera fyrst þegar við komum á nýtt svæði. Við vitum ekki neitt, þannig að þú gerir ýmsar mælingar bara með jarðvísindalegum aðferðum og svona farið einhverja hugmynd hvað þarna niðri. Og síðan þarftu bara að fyrir fjárfestingar, byrja að bora. Það voru nokkrar hólur boraðar áður en að þær eru settar upp þessar virkjanir. En það sem með jarðhitann og svona ólíkt vindinum og sólinni að þú ert svolítið að taka svona sneiðmynd af jörðinni fyrst. Til þess að veita síðan hvað undir, þá þarftu að bora. Þannig að þú setur upp virkjun og segir, já, ég held að hérna séu svona mikið af megavöttum. Og svo getur verið að þessi auðlindin sé stærri eða minni en þú leggur upp með. Og jarðhitinn þannig að þú getur ímyndað að það sé bara svona tankur og þú ert að taka upp úr tanknum. Bara þú setur rör ofan í og byrjar að sjúga. Þú ert að taka upp. Síðan þetta endurnýjanleg orka, en innflæðið inn í hana tank raunverulega hægar en sogræðin í gegnum rörin. Þannig að jarðhitinn endurnýjanleg orka að því leita að hann endurnýja sig, en tímaskalinn lengri. Þannig að tökum bara 30 ára tímabil, að þá erum við að taka meira upp úr tanknum en kemur inn í hann. Þannig að það sem við þurfum að gera núna að við viljum halda þessum virkjunum gangandi. Við viljum að halda áfram að framleiða það sem þær geta. Við erum með ákveðnar vélar sem geta framleitt ákveð mikið rafmagni og svo erum við að framleiða heitt vatn og við viljum halda þessu gangandi vegna þess að þetta bara gull fyrir okkur sem að búum á Íslandi. En til þess að halda þessu gangandi þá þurfum við að bora fleiri hólur vegna þess að þú borar hólu sem þá hóla onni í þennan jarðgeymi og uppfærðu gufu og mikið af heitu vatni. En hver hóla út af fyrir sig geta hennar til þess að taka vökvann upp minnkar og geta jarðhitans til þess að standa sig á hverjum stað minnkar með tíma. Þannig við þurfum alltaf að halda áfram að draga orku upp úr þessum jarðgeymi. Hvað heldur að séu cirka margar hólur sem búið upp í Henglunum? Þetta eru svona það bil 150 hólur, myndi ég segja. Og þá erum við að tala bæði hólur sem að taka vökvann upp. Svo þegar við erum búin að, og þegar ég segi vökvi, þá ég að tala gufu og heita vatni sem kemur með. Þegar við erum búin að nýta þetta síðan í gegnum virkjunina, þá erum við með affallsvatn sem við köllum skiljuvatn og það yfirleitt frekar heitt, getur verið svona á bilinu 60 upp í 100 gráður og við skilum því síðan niður aftur inn í geyminn í gegnum hólur sem eru jafn stórar og hólurnar sem taka vökvann upp. Þannig við skilum honum aftur og á þennan hátt þá erum við raunverulega að styðja við kerfið og erum að gera nýtinguna á eins ábyrgan hátt og við getum. Ok, en ef maður horfir bara á svæði sem að Hellisheiðarvirkjun á, þú veist, bara endalaust hægt að bora hólur þarna og ná í meira? Nei, það ekki hægt. Það náttúrulega við erum, ég jarðvísindamanneskja og helst bara að horfa á jörðina sem slíka, en svo eitthvað sem heitir skipulagsmál, sem að skiptir mjög miklu máli, sem þýðir að við erum bara með ákveðið svæði sem við megum bora og vinna. Svo náttúrulega líka bara þannig að ef þú myndir bora 2 hólur bara mjög nálægt hvor annarri, að þá ertu bara að taka frá annarri. Það svo að setja 2 rör í eitt glas? Já, raunverulega. Og það alltaf, við erum oft spurð, og hvað mega hólurnar að vera langt frá hvor annarri? Og þetta ekkert spurning sem auðvelt að svara. Þú talar að endurnýjun, hún miklu hægar en það sem við erum að nota og það ástæðan fyrir við erum svona að reyna að halda áfram. Við erum nýbúin að gera samning 16 hólur sem við ætlum að fara að bora núna í beit og það væntanlega ekki bara áfram í Henglinum
Það bara áfram í henglunum. Það bara á Nesjavöllum og Hellisheiði. Ok. Og erum við með fleiri holur í skoðun eftir þessar 16? Erum við að skoða ennþá lengra fram í tíman? Það bara góð spurning og raunverulega niðurstaðan úr þessum borunum segir okkur svolítið til framhaldi. Það spurning hvenær hættur að bora og það stór spurning sem við erum alltaf að leitast við að svara. Og eins og staðin núna þá teljum við að sé pláss fyrir fleiri holur. Svo erum við að stækka við okkur og fara í ný svæði við Hverahlíðina og erum náttúrulega í góðu samstarfi við okkar fólk innan nýra orkukosta, innan orkuveitunar. Þar sem við erum að fara bæði að kanna Hverahlíðina lengra suður og stóra Meitil og litla Meitil sem við köllum það bara Meitlasvæðið. Þannig að við erum að skoða síðri hluta sprungusveims hengilsins. Þannig að þegar ég tala sprungusveim þá hugsum okkur að við erum með eldfjall og svo erum við með svona sprungur eða það sem það myndi gjósa. Það sprungusveimar og þar eru okkar háhitasvæði. Það ekki akkurat í háhenglunum þar sem eldfjallið heldur meira þar sem við höfum fengið svona endurtekna innskotaatburði, svona eins og við höfum verið að sjá í Grindavík. Og við Nesjavellir eru sem sagt nyrðri sprungusveimurinn, Hellisheiði fyrir sunnan og við erum að fara lengra frá henglunum og til þess að sjá bara hversu stórt svæði okkar og þetta gerum við náttúrulega í góðu samstarfi við sveitafélagið sem Ölfuss í þessu tilfelli. Þannig að við vitum ekki hversu stór auðlindin til suðurs þó við höfum kannað hana vel akkurat það sem að virkjunin Hellisheiði virkjun og svo þurfum við bara að skoða, segjum bara 20 ár fram í tíman, 30 ár fram í tíman, erum við að fara að nota sömu vélar, komin í tækni til þess að nýta þessu gufu betur og mér finnst gott að taka svona samlíkingu með bílana sem einu svona eyddu kannski 15 á 100 eða eitthvað svoleiðis, 15 lítum á 100 og í dag þá erum við bara með góða bíla sem kannski 5. Samaskap í dag þá notum við ákveðið mörg kíló af gufu til þess að framleiða 1 megawatt. Kannski getum við náð þessu niður og þannig nýtt auðlindin okkar betur. Þannig að framtíðin bæði í nýjum svæðum, skoða út fyrir svæði sem við erum með, skoða dýpra og með betri tækni. Þannig að það tengist allt svona saman. Og þú horfir á, því ég ofta að spyrja hvað gefur meðaltals hola og við erum alltaf að reikna cirka 3,5–4 megawatt efulir. Hvað samt range sem við erum að upplifa hjá okkur? Bara upp á stærðargráðuna. Þess að útskýra svolítið fyrir fólki hvað við erum að vinna oft með breytanleika. Já, í megawattum. Já. Sko, nú erum við hólir, svo ég sagði áðan. Það kemur bæði gufa og skiljuvatn og það vill oft vera þannig að við horfum meira á hvað að koma mikil gufa. Við erum með nokkrar hólur þar sem að það bara að koma svona kannski nokkur kilowött, nokkur 100 kilowött sem bara 0, eitthvað megawött upp úr þeim hólum. En svo erum við með aðrar hólur sem að gefa alveg hátt í svona 15–20 megawött. Svo erum við með aðrar hólur sem gefa kannski 2 megawött í rafafli, í rafmagni, en að gefa okkur rosalega mikið af skiljuvatni líka. Og hólurnar hafa sinn karakter, þannig að sumar við köllum þær hávermishólur og þær eru þá með, vökvinn sem kemur þá upp þá með mjög mikla gufu, svo erum við líka með lágvermishólur. Það þýðir þá að það lítil gufu að koma upp með hvað að koma mikið upp af vatni. En vatnið náttúrulega skiptir okkur miklu máli vegna sem við nýtum það til þess að heita upp kalkgrunn vatn sem síðan sent í bæinn. Kannski í lokin, þá er ég veltað fyrir mig svona hvernig þú sérð fyrir það umhverfismálin kringum þetta, að vinna með auðlindina, samfélagið og sjálfsögðu businessin líka. Hvernig þín sýn á þetta? Einmitt. Sko það bara alveg ástæði fyrir því að vinna fyrir Orkuveituna og Orku náttúrunnar. Það til þess að vegna þess að við erum að ná í þessa auðlind sem gull fyrir okkur Íslendinga og við erum að veita henni til þjóðarinnar. En við erum líka að gera þetta í sáttasamlyndi við umhverfið. Og það skiptir óslega miklu máli að bara fylgjast með hvernig auðlindin að þróast, bæði vegna sem við viljum nýta hana á ábyrgan hátt. Segjum til dæmis að við myndum taka hérna 100 kíló gufu og segjum bara við þurfum bara 60 og svo bara sleppum við restin upp í lofti. Við viljum ekki gera það, við viljum gera þetta á ábyrgan hátt. Og ég sé þetta svona svolítið í framtíðinni að við verðum alltaf að vera að hugsa ekki bara næstu 2–3 ár, heldur næstu 10–20 ár. Við vitum hvernig staðan í dag, við getum reynt að sjá fyrir okkur hvernig þetta verður eftir 10 ár og þá tekið bestu ákvarðanir í dag miðað við það. Þannig að við þurfum alltaf að hugsa þessa nokkru þætti. Bara
Frábær lokaorð á þetta. Það var ekki. Takk.